taka upp. Nú, en gaman. Það Já. er gott að fá bullið í mömmuðinni og Beint. komið sæl, í Já. beint í æð. Komið sæl. Hvað segirðu? Ég segi bara fínt. Ég er bara ána með veðrið, það er bara alltaf rigning. Á veðri. Þannig að þetta er svo gott fyrir húðina að fá svolítið af rigningu framan í sér. Segirðu það sem styrtifræðingur að það sé... Já, ég lærði þetta þegar ég var 13-14. Nú? Nei, 13. Já. Þegar ég var í sveit og það sé Já. í bók. Mm. Og auðvitað Ok. trúi ég því. Já, 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 Mm. já, já. Ég er í svona freka vondskapi. Æ, greið mitt, að því þú varst komið til mín. Ég veit það ekki. Við Ég bara... Stefán náttúrulega reynum að hressa þig við. Ha, Já. ha. En ég er svona, oft þegar ég segi ég sé vondskapi þá fólk bátt með að trúa mér að ég er alltaf hlæjandi. Já, þú Eh, leynir á þér. Já, Mm. þú ert í geggjum gír núna. Ég Já. elska það. Já, Hérna, en já, ég bara, þú veist, ég fór að sofa klón 5, morgun. nei, klón 6 í gær þegar ég kom heim Já. og sofnaði, Já. þú veist, og vaknaði svo aftur klukkan, þú veist, 8 og fekk mér að borða, fór svo klón 10 Mm. og vaknaði klukkan 7. Ég var bara í brjáluðu skapi, Ha, greið Óli. Já. það er mjög ólíkt þér. Ég veit það, en svona er þetta. Og það er vont að sofa svona, sko, Ég ef maður veit séu það. svona mikið, maður verður svo þungur í skapinu. En sko, en ég gerði eitt til þess að létta mína lund. Já. Reynda var ég í mjög góðu skapi hérna í fyrra því. Þetta var helgina. Mm. Þá horfði ég á hérna First Wives Club. Ó, það er nú komið þér í gýri. Já. Mm. Það sko, og því Diane Keaton er nýdáin. Já, því miður. Já, en svo er hún alveg svona, þú veist, maður gleymir því samt að hún er svolítið problematic. Hvað þýðir það? Þú veist, hún hefur sagt ýmislegt sem er ekki mjög svona politically correct. Já. Eða, Það er bara eins hún- og hlutverkið í myndunum hennar. já, Hún já, kannski en er þú ekki veist, alveg hún með rétt að skoða. Æ, þú veist, hún studdi ekki að þú veist, fólk sem var að segja að Woody Allen hefði gert svona Nei, þetta að hún sér. var alltaf búin að leika í svo mörgum myndum. Já, Mm. en myndin hins vegar er Mm. geggjuð Já. og atriði í lokin ég bara hágrét Já. af gleði og það er allt svo gaman þegar maður fer að gráta yfir bíómynd þegar einhver þú ert mjög segumynda. Um Ég og hvað? Stella býttu ég bara að segja Ég er hvað með Ég- ég og Stella grátum náttúrulega báðar mjög mikið Já. yfir bíómyndum. Já. Bæði af gleði og af bara, þú veist, Grey's Anatomy, þú veist, það er alltaf einhverju degi, einhverjum þætti. Hérna, við báðar svona förum að gráta og Óli gerir alltaf, þú veist, ef við erum ekki að horfa á saman og hann heyrir í mér, þú veist, í henni herbygginu eitthvað svona, er ekki allt í lagi, snúla mín? Eða við hliðin á mér, á ég að hugga þig og maður er eitthvað svona, nennir að leifa mér að gráta í friði. Mm. Þú hins vegar gerir eitthvað svona við mig og Stella eitthvað svona, hvað er að ykkur? Þetta er bara sjónvarpsefni. Já. Ha? Og eyðileggur gráturinn svo mikið. Já, ég er svo tilfinningarlega heft. Það er gott að þú viðurkennir það. Já. Þú ert ekki tilfinningarlega heft. Þú bara grætur ekki. Nei, mér var kennt það bara þegar ég frá því mann eftir mér að maður grét ekki. En hvernig er þá að eiga 2 dætur sem eru algjörða grænskjöður? Það er svolítið skrítið. En þú Ég held að pappin sé meiri svona tilfinninga. heldur en Ég veit ekki. Ég er allt öðruvísi. Já, Mm. en þú veist, þú stoppað, þú sagðir mann aldrei að hætta að gráta. Nei, það er mjög hollt að gráta, sko. Já. Ég öfunda fólk sem getur grátið. Hvenær heldur þú hafi grátið síðast? Það er mörg herrans ár. Er það þessar öld eða
Örugglega á síðustu. Nei, ég man ekki eftir því. Manst ekki eftir því. Mm. Ok, þannig að markmið okkar með þessum bara þáttum hérna í Mhm. frá er að fá þig til þess að gráta. Ég lofa því ekki. Lofar því ekki? Nei. Nei. En nú erum við með ýmislegt á borðinu. Við erum með penna og fjastringu, Já. síma. Við erum með spil og glerugu Mhm. og við erum með bolla. Já, já. Og þú ætlar að spá fyrir mér á eftir. Já, ef andinn kemur yfir mig, ég veit ekki. Hvernig finnur að hann kom yfir þig? Ég veit það ekki, hann bara kemur. Ok, þú stundum... Ég hef ekki spáð síðan 2019, held ég. Ok, Mm. það er bara frábært. Það eru 6 ár. Já. En ég ætla að því þú er stundum svona að ráða í drauma. Já. Mér dreymdi að ég og allir í kringum mig varum að reykja sígarettur. Og djöfull var næs að reykja. Það var geggjutilfinning. Og ég er að minna bara þegar ég reykti og þú manst eftir því að það var reykt sjálf. Já, já. Já. Því miður. En í draumnum þá, þú veist, ég var bara, djöfull var það næs. En hvað heldur þetta þið? Sko, ég skal viðurkenna, mér hefur aldrei, ég hef ekki dreymt Nei, en svona svona. Ég myndi halda að þetta er eitthvað sem maður þarf að þú ert að anda að því svona reyk. Þetta er einhver óþægindi, sko, sem þarft að losna við. Þetta er eitthvað að hreins út. Tilfinningarlega? Já, ég held það. Eða ég fyrir í svona juice cleanse? Hvað er það? Svona safarinsun? Nei. Ég held að þetta sé meira að maður þarf að losa sig við ykkur fjandað svona inn í sér. Ok. En nú eins og þú sagðir þá er ég tilfinning að vera. Ég er alltaf að segja hvernig mér líður. Já, en þú kannski nærði ekki að hreinsa þetta alveg út. Ok. Ég held að það sé það frekar, sko. Ok. Já. Ok. Gæti Já, ég bara... myndi halda, sko, en ég tek það fram að mér hefur aldrei dreymt þetta. En þú Ég fer eftir hvað mér... Insane. Já, og hvað, sko, eins og snjór fyrir mér er bara mjög... Dauði. Já, það fyrir eftir hvað það er mikill snjór. Mm. Það getur verið rosalega veikindi, sko, hjá mér. En svo getur verið eitthvað allt annað hjá öðru. Ok. En Ég er bara með mitt. Ég hef oft kíkt í svona draumráðningabækur og það passar ekki við það sem ég er, sko, mjög berðdreimin. já, einmitt. Þannig að hérna, og veist bara gaman að spá í drauma, sko. Já, mér finnst það líka. Ég man ég fór einu svona til miðils. Já. Bestu peningar sem ég hef veitt í hana. Sagðirðu bestu eða mestu? Bestu peningar. Bestu peningar, já. Ég mæli með þessu. Já, ég held að þú varst úlingur. Ég var svona Ég þurfti 17 og 18. Fá hjálp einhverja og þú komst bara breytt manneskja. Já. Þú varst nefnilega fann að rífa svolítið kjaft. Já. Mér leist ekki á þetta því að svo bara losnaði óvæntur tími. Því ég var að fara á vinkonu mín. Þetta var þarna þessi frá Akureyri. Já. Þetta var einhver svona maður. Já, mjög þekktur. Já. Er hann ekki cancelled í dag? Nei. Hvað þýðir það? Þú veist, bara það búið á slaufunum. Nei. Þú veist, ekki það. Nei, það var ekki hann. Nei. Nei. Ég hef líka farið til Nei, hans. já, það er hinn. Já. Þú fórst ekki til hans. Ég fór ekki til hans. fór En til hvað, hans. þessi hétt eitthvað Snorri? Nei. Það kemur örugglega. Ok, en allavega því ég fór til hans, þá var ég með eitthvað sem heitir eitthvað 5. vikin eða 7. vikin. Ég var með svona eins og mislingar, en það voru ekki mislingar. Þetta var eitthvað sem bara lítil börn fá. Svona öllum í útbrotum. Ég var held í svona 18. Svona eins og skjöldur. Já. Eins og, já. Þetta var hræðilegt. Og ég fór til hans, þetta var í Mjóttinni. Já. Og hérna hann vissi alveg svona hlutum sem ég hafði enga hugmyndum.
uh, Já. og einmitt hann svona svolítið sagði mér að ég ætti nú að vera svona við mömmu mína og hérna var eitthvað að segja mér að ég ætti ekki að vera að jamma svona mikið. Þú varst ekki byrjuð þannig Jú, á því? ég var í FB þegar þetta var. Já, varstu svo gömul? Já, Já. það var greinilega verið hræðilegt ef að þessi maður hefur tekið eftir þessu. Svona, þessi. Já, og hann sagði við þig að sko amma þín, mamma, pappa þíns kom Já, og hún segir skilabóðin frá henni að hvernig þú gangir hryllilega skápana og þetta sko var eins og þegar þú færð með hendin inn og svo bara búin að ná í þetta og þá er allt komið út allt. ef þú gætir séð skápana mína núna, mamma. Já, er ekki gott að ég sjá það bara ekki? Jú, þið myndi kýtla í puttana, sko. Já. Að því það er hræðilegt ástand. Það? Já. Það er bara fötunar út allt. Þú taka bara einn dag í einu í hvert skáp. En vandamálið er að við erum að fara í framkvæmdir. Já. Og þú veist, mér langar náttúrulega bara í fataherbyggi. Já. Óli skilur þetta ekki því hann á bara svona 3 dress. Já. Það eru 2 skóladress, þú veist, hann á kannski nokkra, þú veist, bóli sem eru alveg eins og nokkra buks, hann er eins og Homer Simpson. Öll fötin hans eru eins. Já, það er bara einkennisklæðnaður. Já, og þú veist, hann er bara 50 maður í hættupeysu, þú veist, alltaf. Og svo á hann Þetta hljómaði ekki mjög alltaf í alvörunni. Ég hef löngu hægt að reyna eitthvað að breyta fattastílnum hans. Það er bara Þetta er bara hann. Já, þetta er bara algjörlega. Og svo kaupi ég stundum skyrtur handa honum fyrir svona fitni tilefni. En þú veist, þetta tekur svona ég ætla að segja svona 3% af skápnum. Já. Og þetta eru 3 skápar og við búum í húsi sem er byggt svona 1938. Þannig að þú veist, það var bara gert ráð fyrir að þú ættir vinnuföt og svo, þú veist, sparið föt. Já, fólk átti ekki yfirleitt svona mikið af fötum á þessum tíma. Þannig að þegar við förum í þessar framkvæmdir, við ætlum að hækka húsið. Við ætlum að lyfta þakinu og eitthvað svona og þú veist, þar verður eitthvað og svo verður inn í svefnherberginu verður náttúrulega, þú veist, ætlum að rífa þessa hræðilegu innréttingu sem er þar og setja inn fataherbyggi og þá vonandi gengur betur Já, þú verður bara með markmið. Ef ég ætla að fá fataherbyggi þá fer ég að ganga betur Ok, þannig ég þarf að lofa Það eru vitni að þessu. Já, þarf ég að lofa að ef ég fæ... Það lofa að það er svo erfitt þegar maður svíkur loforð. Já. En þú ætlar að gera þetta. Ok, það er planið. Af því þú getur það. Eftir að fórst til þessa miðils, þá komstu gjörbreytt manneska. Ég þurfti ekki að hafa áhyggjur á skápálum eftir þetta. En endist það lengi? Já, þó nokkuð lengi, sko. Ok. Já, þú trúðir svo á þetta sko af því að hvernig átti þessi maður að vita hvernig þú væri heima hér? Já, það var alveg rétt, hann vissi að ég var alltaf að syngja heima greið Guðni sem að býr hérna við hliðina og hún heyrði mig alltaf vera, já, ég var alltaf með tónleika inn á baði og þá hafði amma mín Stefania sagt að ég ætti nú að syngja eitthvað sem að hún myndi skilja. Já. Því að ég var náttúrulega alltaf bara að syngja á Whitney Houston og eitthvað. Já. Maður aðeins ekki á garðin það sem er læstur. Nei, að gera æfa röddina. Já, algjörlega. Þetta var á þeim tíma sem að ég þú og Stella byggum hérna í þessari krútlugu íbúð. Já. 3 saman. Já. Náttúrulega verst að Stella var að reyna að taka undir því hún er laglaus. Já. Nei, hún syngur vel. Verði ekki svona neikvæð. Ég er bara að djóka, þetta var bara ekki einlægt hjá því. Heyrðu, maður á aldrei að vera... Ég var ekki að dissa hana. Hún er mjög góð í öðrum hlutum. Já,
En hún er gaman að syngja. Já, Já. það er ég. Þá er leifinu. Hún er mjög góð dansari. Hún er góð að radda með þér. Það er út af því að það er óvart. Nei. Ég er ekki sammála. Ég er versti söngvari í heimi, ásakaði stekkina einu. Nei, hvað? Nei, það er bara flott. Ég er versti söngvari í heimi og var gamla uppstandshópurinn minn var með jólasýningu þar sem við sungum Já. lag og vini mínir og Hófi voru að horfa. Þetta var í COVID þannig vorum að streyma þessu Já. og vini mínir voru að horfa og voru eitthvað, vá hvað Stefán er músíkalskur, hann er bara innan í 500 röddun Já. sem er koncept sem ég veit ekki hvað þýðir. Nei, ekki ég. Og þá var það bara alveg óvart, bara já. ég hafði ekki hugmynd um Einmitt. hvað var að gerast. Þannig að gaman að heyra að Stella þjáist af sama músikalska kvilla. Já. En mér finnst svo æðislega að fólk bara syngi og með sín nefi af því að stundum er alltaf fólk að segja að hún getur nú ekki sungið þessi Já, nei, já, einmitt. og ég veit ekki leiðilega. Nei, fólk á náttúrulega bara að syngja að það hefur gaman að því. Ég Ég sammála. sjá bara að það er sem það er allavega ein sem er hérna sem er sko er ekki svona, hvað er þetta að kalla sem syngur rosalega hátt og mikið. Ertu að tala um alvörusönguna? Já, Já. og hún er bara já, það er nú reynda tvær, það er bara einar vinsælssöngkonur. GTRN og Bríet. Nei, ekki GTRN. Já, mér finnst, sko, Bríet ekkert sérstök, sko, nei, ég meina, mér finnst hún flott, hún er, hérna, nú fór ég nú villist inn í þetta. Sko, hún er kannski ekki minn. Ekki þinn, hver er uppáhaldssöngkona þín? Æðisleg hérna höfundur Já. og bara hvernig hún kemur fram og allt svona. Þannig að það sem ég er að meina að þó maður sé ekki með bestu röddina þá getur orðið fræg. Já. Eins og það er. Já. Eins og þær. Það eru nokkrar. Já, þær. Og þeir, það er ekkert allir alveg bestu söngvarar. Nei, ég veit það. En eru bara með svo mikið Ég bæði veit. karisma og Já. en bara það er flott fólk. En þær syngja samt alveg vel. Já, það syngja ekki illa. Ég er að meina að það er alltaf miða við þessa sem Einhver, já, svona já, sem eins og bara Whitney Houston Já, eða já, já. einhverja svoleiðis. Einmitt. Og Akkurat. það var til dæmis þegar ég var yngri, Mhm. þá var alltaf miða við einhverjar svakalegar söngkonur sem maður átti ekki séns í, sko. Já, svo eru sumar svona dúllurattir sem eru bara Já, geggjað flott. dúlluraddir, Já. akkurat. Mhm. Ég gat bara ekki sagt þetta rétt. Nei, já. Nei. En hver er En ég uppáhalds? hlusta alveg á hérna eins og mér finnst hún æðislega söngkona, sko. Já. Mér finnst Bríet, sem leiðilegt, fyrirgefðu Bríet mín. Mér finnst þetta mjög Bríet sem er leiðilegt. diggulustandi. Já, ef þú ert að hlusta. Nei, hún Ég er ekki er ég góð í þessu. Nei, hún er frábær. Já. En það sem ég ætlaði að spyrja, hver er svona uppáhalds, ég veit ótt margar, uppáhalds söngkonaðin? Sko, þetta með þá íslenska. Bara hver sem er, einhver sem hefur gefið eitthvað út. Sko, mér finnst Salkasól alveg æðislega. Já. Og hún er svona eina af mínum uppáhalds. Mhm. Ragga Gísla náttúrulega, mér finnst hún Mhm. geggjuð, sko. Og það er bara, það er fullt. Og svo Mhm. margar náttúrulega erlendar. Já, já, mjög margar erlendar. Já, svona Hérna- Janis Joplin, mér fannst hún geggjuð, sko. Ég er Ókei. svolítið rock. Já, Já. ég fíla það. Já. Ég, Og sko, söngkonurnar í ABBA, mér finnst þær æðislegar. það eru Þær eru my fáar sem að, ok, nú talaður eina sem er látin, Janis Joplin. Já, ég er Eigum bara... við þá ekki í hérna svona þeim anda Já. að pröfa að fara að spá í spil. Já. Ok, ég ætla að koma mér í gýri. Ég teka fram, ég er ekki... Ég held maður fá aldrei eitthvað PhD í að spá, sko. Hvað segir? Doktorsgráðu. Nei, maður þarf bara að vera einhvern veginn í gýrnum. Já.
Ertu ekki, andinn ekki komin yfir þig? Ég fæ svona, hvað er þetta kallað? Sviðskrekk. Já, Já, geggjað. Þá gerir maður, ég og þú Stefán ætti sem stokka spilin. já, ég og Stefán sem standar getum sagt að holda eitthvað lítill búnt. Já, ég tók úr, sko. Ok. Við getum sagt að oft þegar maður með sviðskrekk eða kvíðin eða stressaður þá gerir maður besta performanceið, sko. Nota orkuna. Ekkert kannski að maður þú veist, með lamandi kvíða eins og maður hefur fengið. Jæja, hvað ég gera þetta lengi? Þannig til ég finn. Já. Ok. Hvernig viltu? Ok. Svo dreguru 5 spil, byrjar á einu Ok. og setur það hérna vinstra megin. Ég gera nafninu. Já, viltu hafa það frekar? Já, ok, gerðu það. Nei, þú mátt ráða því. Það er ekki ég sem ræði hérna. Já. Nei, bara gerðu Þuríður Elín. Það svo mikið. Já, það er verið að vera annarkvort. Þ-U-R-I-E-U-R. Já, ok. Já, 7, ok. Sko, færa þetta hérna. Þú mátt ekki ruggla það fyrir mig. Þetta bara 3 hérna. Nei, það verður að vera, svo dætt ekki að púðanum. Nei, þú verður að hugsa þegar þú ert að draga. Fyrir ekki að ég að skipta mér að. Einbeitt. Það er ekki að kíkja undir. Ég var ekki að kíkja undir. Ok, þetta ekki komið? Ég sé. Þ-U-R-I-E-U-R. Ok. Ok. Ó, mikið af dökku hérna. Ó, ok. Ég veit ekkert hvað að gerast. Já, ekki ég. Ekki þú? Þú far fréttir Mm. af, ég myndi nú halda sko mikið veikri konu. Sem ég veit að er veik. Eða, Já, ábygglega. Það kemur nú ekki fram. my god. Og svo er eins og það er bara rosalega mikil hamingja á heimilinu. Ó, ok. Það gæti bara farið að byrsta stringur og fingur. Já, það er mjög skrítið. Við erum eiginlega ekki svona Nei, trúlóna það fólk. gæti En verið ég er bara, já. bara flösku eða eitthvað slúið. Já, Nei, ég er nú að grínast. já. Þetta er allavega mjög gott bara hjá ykkur. Hjá mér og Óla. Já. Ok. En þessi veika kona. Já, ég myndi halda sko að hún væri svona nálægt þér. God, mamma, þetta er mjög graf alvarlegt. Já, ég get ekki, þetta er í spilin. Já. Já. Ok. En á öðru leiti er þetta bara gott. Já. Er eitthvað sem ég á að gera í sambandi við þetta? Nei, þú bara býður eftir að heyra þetta. Já. Ok. En ég skal gefa þér 4 spil hérna. Já. Til þess að sjá hvort það komi á nótu eppuna. Mótum eppina, já. Ok. Á ég taka þetta? Já, takk þessi bara. Og ef við þurfum að setja í bunka og stokka það vel. Bara að Ok, þangað ég ætla að þér einbytta langar. mig núna Já. sjúklega vel að þessu. Og það er svolítið einbytt sér. Ok. Hlustundur, ég er að stokka. Ef þið eruð að horfa þá sjáu þið það. Ok. Svona. Og nú ætlar að draga 4. Ok. Svona.
Okay, I got a good feeling about this. Ooh. Shit. Ó, það mjög fyrirlegur svipur á þér, mamma. Á mér, ég nú Já. bara að hugsa. Já. Þetta nú... Peningar. Nei. Nei, ekki svo gott. Sko, það einhver ungur drengur. Já, það ekki að vera ungur, bara að kemur svona á miðjumaldri sem verður fyrir svona einhverju smá slísi. En það fer allt vel. Mamma, þetta svo dark. Já, þetta bara hjá mér. Já. Og þú fréttir að því. Að einhver maður á miðjum Já, þetta einhver sem þú þekkir, það getur verið einhver sem unni með eða eitthvað. Sem lendir í slisi. Já. Sko, við erum þekktar fyrir að vera með mjög svona jákvætt og peppandi. Já, þetta þú baðst þetta. Já, það alveg hárrétt, sko. Svona les ég úr. Já. En það getur vel verið að einhverju annar myndi lesa öðruvísúrsi. Sko, já. Hérna. Það getur bara verið keyrt á hann, þú veist, á bíl. Nei. Nei, það getur allt skeð. Já, það getur allt skeð, það er ég. Aftan að eitthvað. Þetta enda vel, þetta ekki... Ok, en veikakonan, deyr hún ekki? Nei, þetta ekki döðsfall, þetta bara veikindi. Ok. Heyrðu, við þurfum bara að taka pásu, jafn okkur á þessu öll saman. Ég skal bara spá fyrir þér í næsta þætti og vondi verða það skemmtilegra. Já, geggjað. En við tökum pásu núna og við komum aftur eftir spá. Erum búin að jafna okkur, svo sannarlega. Já. Mér langar að spyrja þig, að því fólk hefur gaman að því að ég spyrja þig svona það sem að unga fólkið er að nota. Veistu hvað að sýna? Bara að sýna sig? Nei, þetta ekki bókstaflegt. Ég segi eitthvað svona, hún sýnaði mig. Hún dissaði mig. Hvað það í venjulegu orði? Bara ekki virðingu fyrir mér eða eitthvað? Já. Nei, þetta ekki það. Þetta tengir skilaboðum. Ef ég sendi þér skilaboð og þú sýnar mig. Heyrðu, þú sýnir nektarmyndaði. Ég meina, hvað? Ég kann þetta ekki. Er ekki úlingarnir að gera þetta? Mamma, hættu! Oh my god! Ég nú að djóka, sko, en ég veit það ekki. Nei. En hvað þetta? Ok. Tökum þetta á okkar level, ok? Ég sendi þér skilaboð og þú sýnar mig. Hvað gæti það því? Ég tala niður til. Nei. Ok, að því þú veist að þegar þú sendir skilaboð þá kemur svona, ef manneskjan hefur séð skilaboðin, það kemur svona seen. Já, og svo kíkir maður 1309. Svara svo ekki. Já, það að sýna. Já, það er að sýna. Já. Hún sýnaði bara skilaboðin. Það er svona, það er ekki, vá. En að hausinu þar hafi farið þangað. Nei, maður bara kann ekki þetta. Nei, það er vissulega rétt. Það er vissulega rétt. En hérna, ég ætla að segja það hér bara frá mér til þín. Ég hef aldrei sent neinum nektarmynd. Guð, ég fegin. Já. Maður tekur það ekki aftur. Nei, og ég ekki heldur, ég hef ekki stundað þetta. Nei, það var, en náttúrulega þegar þú varst kannski að deyta var lítið af þessu. Og fólk var kannski að faxa myndir sín á milli. Já, en í hins vegar var maður pennavinnur í gamla. Já, maður hefði náttúrulega getað sett og svoleiðis. þá kom oft ýmislegt skrítið í umslögunum. Átti þú eitthvað pennavinna? Ég átti nokkra. Bæðist stelpur og stráka. En maður veit ekkert hvort þetta hefur verið rétt af fólki, sko. Svo
svo hérna, það var nú svolítið fyndið sko, gerðist þarna atvik að hérna, ég var skrifaði Dana, alltaf að segja það, ég veit ekki hver hann var, nema maður skildi ekki þá sko, og ég skildi ekki heldur ennþá, hérna allt í dönskunni og nema svo fæ ég svona skrýtna sendingu og við sittum við eldhúsborðið þegar ég opna bréfið, mamma segir opnaði bréfið og þá kemur svolítið svona ógislegt upp úr. Hvað? Svona hár af karlmanni og mamma verður þetta litla reið, hleypir út í búð sem var þarna og þar var Dani að hérna vinna. Ég held ég að verið 13, 14. Oh my god. Og hann les bréfið og hann, mamma skildi að hann var að bölva og svo bara sagði hann við hana sko, hún má ekki skrifa þessum, þá var þetta einhver bara að brjála einhverju eitthvað. Já. Býtu, what the fuck? Þú sagðir, sko hvað er þetta 73? Skapahár. Já. Og stóð í bréfinu bara, ég man ekki hvað bara, sko. Hér er hár af... Nei, það fór ekki á milli mála. Mamma þetta nú alveg. Ég náttúrulega kom alveg á fjöllum sko. bara, já, og Daninn í búðinu vissi... Já, hann var sko danskurinn, talaði alveg íslensku. Já. Og hann náttúrulega þekkti mig náttúrulega. Og hann var bara brjálaður sko. Þetta er svakalegt. Já, ég man að sko þetta hérna, að ég man ekki, maður fór inn á æskuna, Já. Blaðið og þar fann maður pennavinni. Já. Og mér var gaman að skrifa svona og hérna, en þetta var til þess að ég hætti. Þá er þetta bara ekkert að skrifa fleirum. Ég skil það mjög vel. Já, svo, nei, jú, komdu með það. Svo var, fékk ég hérna... Ef þú treystið til. Það var einn sem skrifaði mér og ég fékk bara þvílíkt af blómum, bara þegar ég var 16. Það var bara, þá var ég löngu hægt að skrifa honum. Nú? Ég hefði ekki opnað blómabúð bara. Og Býtu, var hann að senda þér blóm? Brjálaður. Var þetta pennavinur? Já. Býtu, hvernig senda hann þér blóm? Senda hann? Já. Gegnum einhverja blómabúð. Já, ok, hann ringdi bara í hana. Já, örugglega. Já, ok. Svo birtist hann og spurði þetta og það sagði, nei, hún er ekki heim. Nei, þetta var ekki Daninn sem kom, þetta var annar. Frá hvaða landi var hann? Þessi var íslensku. Já, þessi var íslensku. Já, var þetta eiga íslenska pennavinni líka. En þetta er svona, sko, getur verið jafn varasamt á internetið, sko. Hljómar hanni. Býtu, ertu að segja mér að það hafi maður komið, eða strákur komið heim til... Það var ekki gamall. Nei. Hann var aldrei við þig. Já, ég var búin að skrifa honum var eitthvað eins og maður skrifar þegar maður er ungur bara að tala sjálfan sig og já, bara hæ, ég heiti Helga, ég er 16. Já, þú veist eitthvað bara, ég man ekki einu sinni hvað maður var að skrifa sko. Já. Má ég spyrja, af því að nú er sko, þú veist, það vandi hjá að kallmenn sé að senda myndir af tippinu sínum á konur óumbeðið. Var það líka tilfellið? Voru menn að setja mynd af kynfærunum sínum í umslag? Veistu, heyrðir eitthvað tímann það? Nei, ég heyrði aldrei þetta sko. Nei, einmitt, þetta er örugglega... Og ég sagði ekki neinu frá þessu sko í skólanum, hvað ég fengið þarna í... En kannski var það Já, en kannski var það að því þú fékkst þetta, þú er aldrei sagt mér frá þessu. Ég gleyma því bara. En kannski var það út af því að, þú veist, konur opnuðu sér ekki svona mál fyrir en miklu seinna. Já, þú veist. Eins og þetta með tippamyndunar, þú veist, það var örugglega búið að vera í gangi í einhver tíma. Sko ég get alveg ímyndað mér að það hefur einhver teiknaði eitthvað svoleiðis. Já. Ég sko bara man ekki alveg nógu vel sko, þú veist, maður mann sumt og sumt ekki sko, en ég fekk ekkert svoleiðis. Fekk bara þetta ógeð sko. Oh my god. Já. Og svona, það voru svona ógeðslega orð og eitthvað. Hann þýtti þetta alveg fyrir mömmu og alveg bara... Já, það var svona perri. Já.
Heyrðu, ég held að við þurfum að hafa eitt þátt bara þar sem að mamma fer yfir Ferilið. pennavinna ferilinn og endilega ef þið hlustundur Já. hafið einhverja skemmtilega sögur eða hræðilega sögur að segja frá pennavinni ykkar í gamla daga þá bara sendið á okkur nafnlaust bara í gegnum Instagrami mitt eða eitthvað og ég skal bara lesa það hérna fyrir ykkur eða við eigum við þá ekki bara að ljúka herðu, já, viltu kíkja í bolla menn að hvort þú sjáur eitthvað Já, ég veit ekki hvað það sé orðið þurr erum að spá í bolla ef hún sér ekki neitt þá gerum við það í næsta þætti hvað segirðu Helga, er eitthvað Heyrðu, ég ætla að spyrja það einu Ó Ætlar ekki að fara að vera með uppistand? Jú, ég er spája að vera með uppstand í mars. Í mars? Já. Ok. Hvenær eru páskarnir? Þeir eru nefnilega fyrstu vikuna í apríl. Já, þá er betra að hafa þetta í mars. Já. Ég er að skrifa það, þannig að ég er ekki alveg búin að negla nafn en jú, ég kom með svona langar að fara að byrja Já eftir smá pásu Já, og svo er Stefán á föstudaginn Já, við mætum Við erum mjög spenntar Það er rosalega gaman Já Ekkert, er ekkert í bótalum Sko, það er bara mikið að gera hjá þér, sko Það er mikið að gera og á góðan hátt Já og mér finnst þú ert að fara í einhverja smá ferð Yes Oh my god, þegar að play for á hausinn þá náttúrulega hætti maður að skoða einhvern veginn utlandsferðis Ég googlaði þetta ferð til Kanaríja ég googlaði hann ekki ég fór á Icelandair.is Já, þetta er mjög bjartur og fallegu bolli Ok, það bara höfum það endan Mikil hamingja Mikil hamingja Ég vildi að ég geti spáð svona fyrir þér en meðan við hvað það er bjart yfir þér og hvað þú ert sæt þá held ég bara að vikan og næsta vika sé bjart hjá þér líka Ég efa það ekki Ég elska þig Elska þig líka Takk fyrir okkur Takk fyrir fyrirgefið